Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Hvenær byrjar þú í hokkíinu? Ég tók hálfan vetur áður en ég fór á Laugavötn í nám. Þar sem að nokkru stelpur úr menntaskólanum stofnuðu þetta lið, kvennalið, árið 2000, að ég fari mér rétt. Og svo fer ég í nám í 3 ár og kem aftur. En ég rauninni búin að skauta síðan og fyrir utan barneignir, auðvitað. Þannig þetta orðin ágætisár, þarna 17 ára eitthvað svoleiðis. Nú ert svolítið klikkuð í þessu, þú ert ekki bara í hokkíinu, er það? Nei, ég þetta íþróttanörd, ég elska íþróttir. Ég var í blaki alltaf og er núna komin aftur í öldungablak. Þannig að ég átti smá vandræði með öxlina á mér, þar sem ég fór úr axlalið fyrir 2 árum á Spáni mitt, vorum að keppa HM. Þannig ég hef ekki spilað blak síðan bara þá í rauninni, ég byrja núna aftur bara í janúar og er rosalega þakklátt. Fór í aðgerð fyrra og mjög þakklátt að geta spilað á ný í rauninni. Ég veit ekki hvað það er, þetta er bara eitthvað í mér. Blak og hokkí, passar þetta saman á einhvern hátt? Já, þetta er allt saman hreyfing, maður. Þetta er, þú veist, auðvitað mikill galli í íshokki og ískalt á móti þá blakinu, engin snerting þar og annað. Ég veit ekki, kannski mismunandi útrás, eitthvað er það. Svo er það líka bara félagskapurinn. Það eru mismunandi stelpur í þessum hópum og alltaf yndislegt að hitta þær, sko. Nú státað þú af árangri sem ekki margir státa af. Þú varst í 3 landsliðum á sama tímanum í blaki, strandblaki og hokkí. Er þetta hægt? Já, þetta er einfalt. Nei. Strandblaki er náttúrulega bara sumrin. Þannig það var alveg auðvelt í rauninni að bæta því við. Og svo bara að halda sér í ákveðnu formi og ekki að meiðast. Þá gengur þetta upp. Og við erum með góðan bakhjarla í rauninni á bakhausi og stuðning. 3 landslið, fjölskylda með, jafnvel vinna. Hvernig leit dagurinn út? Já, dagurinn leit ágætlega út, sko. En auðvitað, þú verður að vinna, sko. Þetta er allt landslið sem þú vorst að borga sjálf fyrir. En vissulega fer maður og sækir styrki og fær þá oftast. En það er alltaf erfiðara fyrir mann að ætlast til að borga þetta sjálfur og borga allt annað líka. En þetta gengur alltaf. Þú ert náttúrulega alveg að vakna snemma og taka þína aukaæfingu og þetta er skipulagning. En eins og ég segi að þú ert með góða bakvegi, stuðningurinn góður. Og þetta bara áhugasviðið er svona, þá gerir það sem allt annað. Er það ekki? Nú ertu komin í nýtt hlutverk þjálfara og þjálfari hjá landsliðinu. Hvernig kanntu við í því hlutverki? Þetta var bara æðislegt. Ég var alveg pínu stressi fyrst, ákveða að vera ekki með. En það er eiginlega skárra að segjast ekki ætla að reyna að komast í liði í staðinn fyrir að fá, þú kemst ekki í liði. Nei, ég segi svona. Ég er rosalega þakklátt líka fyrir að fá þetta starf. Ég veit að það voru nokkru sem vildu það. Þannig ég var aðstoðarþjálfari og er alveg auðvitað með reynsluna og annað, en það er allt annað að mæta þarna inn sem þjálfari. Til þess var ég myndi að segja það daginn að það var eiginlega meira álag á manni sem þjálfari heldur en sem leikmanni. Þú ert bara upp í herbergi að hvíla, sko, hvíldartímum. Þetta var bara yndislegt og ég vona svo sannlega að ég fá að gera þetta aftur. Nú er stór hluti hópsins hérna úr SA í landsliðinu. Hvernig er munurinn á því að vera hérna æfingu með SA og svo landsliðinu? Það er eiginlega ekkert þannilega fyrir mig. Ég er náttúrulega búin að vera leikmaður í landsliðinu síðan var stofnað 2005. En ég þekki alla leikmenn inn og út og í rauninni auðvitað mismikið. En ég næ alveg til þeirra og fannst það og við erum rosalega náinn hópur og því alveg auðvelt að vinna með þeim. Og þegar maður finnur svona gagnvart virðingu og annað, þá er þetta ekkert mál.
Nú gekk ykkur vel á þessu fyrsta móti sem þið fóruð út þar sem þú varst þjálfari. Já, það var frábært. Við vorum vissilega 54 sekúndum frá silfrinu, fengum semst bronsið, en auðvitað unnum við líka Nýja-Sjáland á 5 sekúndum. Þannig að þetta voru rosalega jöfn lið, hefði getað farið á báða bóga. Þannig þriðja sæti fyrir okkur var frábært og við stefnum hærra. Við erum alveg klári að fara í næstu deild eftir svona 2 ár, segja það, með okkar ungu og efnilegu leikmenn sem eru að koma inn í liðið. Langaði þið ekkert að stíga út á svellið? Jú, á tímapunkti langaði mig það. Ekki til að bjarga málunum, alls ekki. Eiginlega bara til að mæta þessum mótorjum sem ég hef verið að spila á móti. En alveg stundum var ég líka mjög fegin að þurfi ekki að spila þennan leik. Því að ég var alveg af stressu sem þjálfari og leikmaður og svona öðruvísi. Sem eiginlega bara gott, sko. Já, ég upplifði það. Ef við hugsum aðeins framtíðina, hvernig eru næstu markmið hjá þér? Eins og ég segi, ég ætla að búa hérna á Akureyri og þjálfa og kenna. Og vonandi þá bara áfram að fylgja þessum klúbbi og gera eitthvað fyrir hann og jafnvel eitthvað fyrir blakið. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.